Þú ert að hlusta á sportþáttinn mánudagskvöld með gesti frá Hæli. Take the baseline out. Jiggle. Bounce. Yeah. Let it bump though. From standing on the corners bopping to driving some of the hottest cars New Yorkers ever seen, for dropping some of the hottest verses rappers ever heard, from the dope spot with the smoke block flinging the murder scene. You know me well from nightmares of a lonely cell, my only hell, but since when y'all niggas know me to fail? Fuck nah, we all my niggas with the rubber grips, bust shots, and if you with me mama rub on your tits and whatnot. I'm from the school of the hard knocks, we must not. Já, sportáttur með ykkur hérna á þessu mánudagskvöldi. Ég byrst afsökunar að grípa fram í fyrir Jay-Z, en við spilum hann náttúrulega bara í heilu lagi eftir þetta skemmtilega viðtal sem að hefjast núna. Það er NBA, eða hinn mikli sauðburður körfuboltans, eins og Baldur Beck orðaði svona vel daginn. Komdu blessa og sæll, Baldur Beck. Blessaður og sællmestari. Hvernig hefurðu það? Ég hef bara merkilega gott, eiginlega. Já, ertu búinn að sofa eitthvað? Já, maður nær sér í dúr svona eftir undanúrslitin. Já. Og það er svona eina leiðinlega við lokaúrslitin er hvað er langt á milli leiki alltaf. Já, nákvæmlega. En þú veist, nú er bara alvaran að byrja. Þannig að það verður bara að rífa sig upp alltaf á nóttinni núna? Já, bara vakað. Það er bara vakað út í eitt, sko. Já. Herðu, við vorum að grípa fram í fyrir Jay-Z, þarna Nets aðdáðan. Jú. Þú varst að segja við mig áðan að hann fer á hvernig einasta leikila. Já, ég veit ekki hvað mætir þétt, en hérna, hann er svona svolítið svar Brooklyn manna við Spike Lee hjá Knicks, sko. Já. Hann er svona duglegur að láta sjá sig þarna hliðarlínunni og náttúrulega með sína bráðhuggulegu frú með sér. Já, hvað veit ég henni? Já, hún er nú talsvert meira augnaðindi heldur en Haflasaður. Já. Þó ég vona ég særi enga Jay-Z menn þegar ég segi það. Nei, nákvæmlega. En hvor er öflugri hérna? Er það Jay-Z eða Spike Lee? Þú voru ekki tert þá viðregn? Já, þetta er náttúrulega bara rétt að byrja, sko. Brooklyn-liðið er náttúrulega svo nýtt á nálinni að það náttúrulega tekur tíma að búa til hefð þar og svona. Já. En hérna, þessi klúbbur fer ágætlega á stað, hann búin að hérna, þetta er flott umgjörð hjá þeim og flottir búningar og flott merki og rocksala í því allstaðar. Það er alls konar búllur að selja fatnaði þeirra og svo náttúrulega verið að tína til frækt fólk til að koma á leiki og svona. Það kemur allt saman. Já, nákvæmlega. Herðu, en nú er orðið ljóst, San Antonio Spurs slægir út Oklahoma og Miami slægir út Indiana. Heldur betur. Já. Er þetta að biðja leiðilegri úrslitaleika, San Antonio og Miami, bara sama og í fyrra? Já, það er vonu spyrjið. Þetta ætti að vera ávísun á eitthvað gott, meðan við það að sko, það munaði bara einhverju hári til eða frá í fyrra hvoru megin þetta lendi. Og þeir sem að horfðu á lokaúrslitin í fyrra eru sennilega ekki búin að gleyma því. Nei. Og gleyma því sennilega aldrei hvernig San Antonio var komið með titilinn í leik 6 og menn voru fjölmiðlamenn, ég veit fullt af fjölmiðlamennum sem voru byrjaðir að panta sér far heim frá Miami af því þetta væri bara komið og allt var í gang og menn voru byrjaðir að kæla kampavínu en einhverja hluta vegna glutraði San Antonio niður eða bara náttúrulega Miami-liðið var náttúrulega, tekur ekkert af þeim. Nei, nákvæmlega. Og hérna, sáum meðal annars þessa sögulegu þryggjastega hjá Ray Allen og svo náttúrulega voru allir þessi leiki bara æsi spennandi. Einn er undan skilin ef ég maður rétt, þannig að og ég meina, nú er það er ekkert leyndarmál að San Antonio-liðið ætlar að koma fram höndum. Og hérna og það er skiljanlegt en þessi lið eru bara búin að sanna sig
sem bestu liðin í hvori deild fyrir sig. Miami liðið búið að sigla nokkuð lignan sjó í austurdeildinni nema kannski Indiana veitið með smá samkeppni en ekki eins mikla eins og maður vona, ekki eins mikla eins og í fyrra. Nei. En aðal spurningin fyrir mitt leyti, fyrir þessi lokaúrslit náttúrulega hvernig verður með heilsu Tony Parker. Já. Hjá San Antonio. Hann kom eiginlega lítið við sögu í leik 6 þarna á móti Oklahoma út af meiðslum og það kannski gerir þennan sigur hjá San Antonio á útivelli enn magnaðri og svona það var engum tilviljun hafa að þeir skildu taka þann leik, það bara betra liðið bara vann eins og þetta spilaðist en ég fer ekki án á því, ég held að Oklahoma liðið hefði við unnið þessa seríu ef að það hefði ekki lent í meðslag vandræðum. Já. Með Sergei Ibaka sem að spilaði ekki fyrstu 2 leikina. Ég held að flest allir séu sammálaðir í því. Já, ég myndi svona giska á það af því San Antonio liðinu hefur bara gengið alveg bölvanlega með Oklahoma síðustu 2 ár. Ég byggja hann bara aðalega á því, sko. Já. En þessi úrslit núna, San Antonio og Miami, verður þetta ekki, heldur það sé meiri spenna núna heldur en í fyrra? Eða veldur þetta bara allt inn svo núna hvernig heilsan Tony Parker og eitthvað svona? Já, ég meina, San Antonio liðið svo magnað að þú gæti tekið hann út úr dæminu en það eru allir leikið spennandi held ég svo ennið samt frátt fyrir það, sko. Þetta það massíft lið þetta San Antonio lið en það ekki víst að sé stærðfræðilega hægt að þetta einvíð verður meira spennandi en einvíð fyrra því að það var eins og við tölum áðan, það var náttúrulega bara sögulega spennandi, sko. En ég hugsa að verða alveg það saman på teiningnum núna, ég held að við nú fáum að sjá kannski svona fyrir alvöru úr hverju þetta Miami-lið er gert, og hvernig það er að spila. Það er fyrstu 2 mótherjarnir sem að Miami fekk í fyrstu 2 umferðunum voru arfaslagir og Indiana-liðið þú veist bara 70-80% af þeirri getu sem að liðið bjó yfir í fyrra sem að hefði náttúrulega þeir hefði átt að vera bæta sig 20-30% en ekki versnað eitthvað álíka mikið af því þetta það ungt lið en það kom eitthvað fyrir hjá Indiana og það veit enginn hvað það var. Já. En nú nú fá meistararnir alvöru samkeppni og þeir ég veit að fullt af fólki sem er að töða yfir því hvað Miami liðið svona hafið fengið huggulega leið í lokaúrslitin. En ég held samt bara að ef þú vinnur þetta San Antonio lið í úrslitakeppni þá sérstu bara vel að titlinum komin, sko. En svona fyrir utan úrslita innvíð, hvað er svona helsta umræðinni í kringum NBA? Það er náttúrulega draftið brálega. Já, nú styttist í það. Það er bara einhverjir örfáður dagar í það. Ég er nú ekki eins og með á hreinu. Ég er búin að vera svo gjörsamlega á kafi og í úrslitakeppnina að ég hef ekki pælt neitt í draftinu. Það er næstu daga og þar er verið að hóta því að verða að finna almennilega leikmenn. Það er svolítið síðan að nýlega val hefur gefið á sér alvöru spilara. Já, þannig að það hefur bara verið lélegir drættir síðustu ár? Það verður bara segast alveg það. Það hefur bara verið skítlélegt. En er eitthvað að fyrir ári síðan á að tala að þetta yrði örugglega besta draft síðan LeBron James og félagar komið 2003. En menn var aðeins stríði landnaða en það eiga að vera hæfileikar, það eiga að vera svona 3-4 leikmenn sem að getur svona virkilega
virkilega breytt einhverju en ég held samt að þessi strákar þurfi 2-3 ár, þeir eru það ungir og reyndir í þessi þurfi 2-3 ár í atvinnumennsku til að fara að verða alvöru sko. En sko ég fylgist ekkert með háskólaboltanum en allt þetta skrum í kringum þessa ungu menn sem eru að koma inn í deildina svona, það hefur ekki farið fram hjá manni þannig að ég býð alltaf spenntur eftir að sjá hvað þessi strákar geta þegar vera atvinnumenn, mér alveg sem að hvað ég gera. Hvetið til þess að hlusta á viðtalið við Erik Olsson sem ég tók daginn, hann fylgir svo mikið með háskólakörfuboltanum. Já. Hann alveg með þetta puttan á púlsunum á því. Já, ég bara, það bara eitthvað svo, það bara alltaf öðru vísi lengur eitthvað. Já. Enda svo sem einhver myndi segja, ég ætti alveg nóg með NBA. Já, nákvæmlega. Þú ættir alveg nóg með það. Það svona, hvernig það, kemur þú bara konaði svona bankar og hverju? Baldur, hvenær má ég hitta þig næst? Nei, við höfum mjög gott samkomulag hjónin og hún vissi hvað hún var að ganga inn í þessi elska þegar við byrjuðum að vera saman þannig að það gengur allt sem að ljómandi vel upp bara. Já, nákvæmlega. Þannig að NBA-húamenn þeir þurfa leita ráði á þér, hvernig þú fórst að finna þig svona? Já, og náttúrulega bara, ég veit ekki, það ekki sko heiklum hend að finna svona skilningsríkar konur sko. Nei. Það segir sér sjálf. Það vandarsamt verk. Algjörlega, sko. Ég var bara grísað á þetta sko. Nákvæmlega. En Baldur, svona, rétt í lokin, hvað eru stórveldin gömlu Boston Celtics og Lakers að fara að gera af sér í sumar? Hefurðu heyrt eitthvað um það? Já, það er alltaf verið að slúðrum að Boston svona gæti verið með í einhvers konar æð, það var að vera að orða Kevin Love við á og eitthvað svona og maður býður alltaf eftir að sjá hvað Danny Ainge og félagar eru með upp í erminni sko. Já. En Boston er sko fyrir utan Rondo að þá er þetta þeir eru með svona að verða konið með nokkuð hreint borð og þar fer að sjáum til eftir draft hvernig þeim vegnar þar eða hvort þeir gera eitthvað jafnvel þar og svona maður skildi halda að Boston hefur verið sami kraftur í þeim og hefur verið undan fyrir ára að þá færu þau nú að svona reyna virkilega að láta sér kveða í leikmannamálum sko því að það er auðvitað þar vantar sjálfsögðu helling upp á þar til að Boston verði þetta alvöru lið sem að ánáttúrulega vera og ég segi fyrir mig varðandi Lakers-liðið. Já, Magic Johnson þykist alltaf að kaupa Clippers þannig að er ekki bara alltaf hverfa hérna frá þeim? Já, ég held að hann sé nú orðin og setn í það en það var að koma tilbúið Clippers upp á einhverja 250 milljarða eða eitthvað þannig að það er hættið að það fara að vera úrsent en ég vona nú að þessu vesenni sem er í gangi hjá Clippers ljúki náttúrulega sem allra fyrst. Geta þessi menn ekki keypt bara Ísland? Við erum nú ekki leiðilegir. Jú, þeir getur það sjálfsagt. Svona kallar sko. En ég öfunda sko síðasti vetur var erfiðasti vetur í sögu Lakers síðasta áratugi og ég held að stuðningsmenn Lakers verða að vera þolinmóðir í vetur líka. En 2000 og tímabilið þar á eftir 2016 þá getur hlutinni farið að gerast hjá Lakers og þá reynir á unga mannin sem er á bakvið þetta og hvort að litla Buss hvort að hann veldur því að vera að reka svona svakalegt batteri eins og Los Angeles Lakers lið sem að sko missir af úrslitakeppni á nokkur áratuga fresti. Já, nákvæmlega. Það er ekkert grín, það er bara eins og að taka við KR eða eitthvað sko. Þannig að vinnur er bara að ferð eitthvað annað. Já, það er engin spurning. En ég get nú ekki sleppt í að spyrja út í Oklahoma.
Hvað þurfa að gera núna til þess að verða betri en þeir eru í dag? Herðu, þetta alveg rosalega góð spurning þér og ég hef svolítið verið að hugsa þetta. Það vantar rosalega lítið upp á hjá þessu Oklahoma-liði eins og það skipað. Það svolítið svona top heavy eins og Kaninn kallar það. Þeir eru með 2 frábæra leikmenn og 1 mjög góðan leikmann en svo restin bara eitthvað grín sko. Og það hefur kom svolítið ljós í úrslitakeppninni núna að það vantar eitthvað upp á hjá þeim. Ég meina þeir þurfa að fá eitthvað vantar eitthvað sko mann sem getur svona það vantar eitthvað á bekknum frá þeim. Það vantar einhverja, það verður að vera sko Scott Brooks gat ekki leyft sér að hvíla Westbrook og Durant sko. Og bara leið hann setur það á bekkinn þá bara hrynur leikur liðsins. Og einhver myndi segja að það væri flott fyrir Oklahoma að ná sér í mann eins og James Harden kannski. Og það óhjákvæmilegt að þegar maður að tala þetta Oklahoma-lið maður þarf að hugsa til þess hversu sterkt það væri eiginlega ef það hefði tímt að framlengja við Harden í staðinn fyrir að skipta honum í burtu. En ég sko þetta lið eins og ég segi það byggir allt og mikið upp á 2-3 mönnum en málið bara það virkar. Þeir eru svo svakalega góðir að þeir geta spila sókn þó þessi 3-5 en þannig að svarið við spurningunni að ég held að þurfa ekki að bæta henni svakalega miklu við til að fara með þetta lið í úrslit og jafnvel gera það meistara en það verður samt það er samt svona eitthvað umtalsvert sko. Þetta er spurningum 1-2 leikmenn þetta þurfa ekki að vera einhverjir rosalegir playerar bara 1-2 leikmenn til að svona kannski halda lífi í bekknum já. Á meðan henni hvílar sig en við höfum séð það þetta lið hefur fór náttúrulega í lokaúrslit í hittifra og að vísu með James Harden en það er alveg sama. Það er skemmtileg kaldani með betri og betri sko. Þess vegna vill maður ekkert vera hróflaðan neitt allt og mikið við þessu að því þessi strákar eru bara að verða betri á hverju orðin og þeir eru bara Russell Westbrook og Kevin Durant þeir eru bara gott ef ekki 2 af 10 bestu leikmönnum deildarinnar sko. En ég meina þeir eru ekkert að fara geta átt í Miami eða hvað? Og San Antonio Oklahoma? Já menn eru að vísu búin að vera að segja þetta ábyggilega í 29 ár en það hlýtur nú að fara að koma að því að þessi San Antonio vél fara aðeins að hægja á sér. Það er bara gett. Og eins og ég sagði áðan, ég myndi sko, ef San Antonio og Oklahoma myndi mætast aftur í úrslitum Vesturdeildar á næsta ári, þá myndi ég setja flesta mína peninga held ég á Oklahoma sko. San Antonio. Það styrkja sig eitthvað pínlítið. En Miami-liðið er rosalega sterkt. En hvenær ætlar þessi Duncan að fara að hætta? Já, það kallar minn. Ég veit ekki hann ætla að taka 1 ár í viðbót. En ég veist að það velti mikið á því hvernig fer núna á næstu dögum hjá honum sko. Það kæmi mér ekki á óvart þó að bæði hann og Popovich og jafnvel Manu Ginobili myndu allir leggja skó sín á hilluna hreinlega ef að San Antonio vinnur titil. Og verður þá bara keyptur nýr Volvo? Já, þá er talandum stór skörf til að fylla maður. Já. Nákvæmlega. Það verður rosalega eftirsjá að sjálfsögða Tim Duncan en ekki síst í Greg Popovich. Hann er einhver besti þjálfari sem að hefur komið inn á Körfuboltavöll. Baldur Beck, já við getum alltaf að tala saman í 3-4 klukkutíma eins og við erum búin að komast að áður. Heldur betur. Hérna svona rétt í lokin, hvernig myndirðu spá þessu einvígi núna? Svona kalt mat. Veistu, ég bara
ég held að þetta verði bara alveg eins og í fyrra. Ég þóra ekkert að spá neinu af því að ég held að þú getur bara kasta peningi upp á þetta alveg eins, sko. Þetta verður bara, sko, þristur þarna, frákast þarna sem að skilur á milli. Svo í mér þá. En það er náttúrulega, eina sem ég skal segja er að ég held að Miami taki þetta ef að Tony Parker verður ekki heill, sko. Ef verður ekki heill? En ég vona það að hann verði nógu heill til að spila þetta því að San Antonio lið þarf rosalega á honum að halda á móti Miami. Já. Það er nú þannig, veislan að hefjast NBA Finals og þá er náttúrulega bara að opna Coca-Cola. Heldur betur, það byrjar á 5. Bara bestu þakkir á Stöð 2 Sport. Yes, allir leikir þar. Það held ég nú, og Baldur Beck stendur vaktina. Já, auðvitað. Við Svali tökum þetta. Þegar Svali takir þetta, það er nú bara þannig. Það er refskák. Heldur betur. Bestu þakkir. Kæra þakkir. Já, NBA Finals hefjast bara núna á 5. daginn. Það er San Antonio Spurs og Miami sem eiga stið. Við ætlum að fara núna yfir í kraftlýftingar eða hálandaleikana. Það er Þóra Þorsteinsdóttir, kraftakona sem verður núna á línunni eftir smástund. Já, hún lyfti mig bara upp hann í bakarinu núna í fyrradag með annari hendinni eins og ekkert sé sjálfsagara. Have to strip to pay tuition. I see your vision, mama. I put my money on the long shots. All my